Á árinu 2018 tekur gildi ný persónuverndarlöggjöf í Evrópu. Hún ein stærsta breyting sem orðið hefur á persónuvernd í áratugi og afar víðtæk. En löggjöfin nær meðal annars til allra fyrirtækja í heiminum sem bjóða vörur og þjónustu til Evrópubúa. Æ stærri hluti daglegs lífs fer fram á netinu og magn persónuupplýsinga sem sendum frá okkur og tökum við eykst stöðugt. Upplýsingarnar geta varðað allt sem við skoðum á netinu. Samtöl við vini og fjölskyldu, áskriftir, verslun og viðskipti, samskipti vegna vinnu, staðsetning okkar og svo mætti lengi telja. Þessar upplýsingar eru mjög verðmætar. Tölvuárásum fer stöðugt fjölgandi og því mikilvægt að þær séu varðveittar á öruggan hátt. Með nýju löggjöfinni verða settar mun ítarlegri skyldur á fyrirtæki og stofnanir sem vinna með persónuupplýsingar. Löggjöfin tilgreinir meðal annars hvað má gera við slíkar upplýsingar, hverju má afhenda þær og hvernig skal varðveita þær. Fyrirtækjum óheimilt að vinna persónuupplýsingar án nægilega skýrar heimildar, til dæmis samþykkis. Einstaklingar fá leið aukin réttindi og munu framvegis geta afturkallað samþykki og krafist þess í ákveðnum tilvikum að upplýsingum sig verði eytt. Löggjöfin skilgreinir líka og útvíkkar hvað telst til persónuupplýsinga. Þetta á auðvitað við hefðbundnar persónuupplýsingar en líka IP-tölur tölva, fingraför, fjárhagsupplýsingar, erfða- og heilsufarsupplýsingar, áhugamál, venjur og í raun allar upplýsingar sem hægt að rekja til þín og aðgreina þig frá öðru fólki. Fyrirtæki þurfa framvegis að geta sýnt fram á með greinagóðum hætti hvernig þau fylgja lögunum. Og ákveðin fyrirtæki munu þurfa að skipa sérstakan persónuverndarfulltrúa sem hefur eftirlit með því að fyrirtæki starfi í samræmi við löggjöfina. Brot og alvarlegir misbrestir munu svo geta haft í för með sér háar sektir. Landsbankinn og viðskiptavinir hans hafa mikla hagsmuni að því að meðferð persónuupplýsinga verði áfram vönduð og unnið með þær í samræmi við lög og reglur. Bankinn leggur þegar mikið upp úr upplýsingaöryggi og því að vera traustur samherji í fjármálum. Hann fagnar því þessari nýju löggjöf sem verður framvegis mikilvægur þáttur í að halda áfram að verja og vernda persónuupplýsingar viðskiptavina bankans.